Hey folks, velkomin í flæðiskerið og gleðilegt vor því að nú loksins að koma almennilegt veður og alvöru vor hjá okkur. Við erum hérna Rökkvi og Jói og við erum með Gunnar Helgason, leikara og rithöfund sem þekktur fyrir ótalmarga hluti. Auðvitað kannski einhver á mínum aldri þekkir hann best fyrir Gunnar og Felix úr Stundin okkar, en hann hefur leikið ótal kvikmyndum og gefið út ótal bækur einnig og við ætlum bara að spjalla svolítið við hann hvað hann að gera í dag. Já, velkomin í þáttinn. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Gaman að sjá því. Þetta var ekki smá kynning. Þetta ekki svolítið fastaðir, Gunnar og Felix? Jú. Já, en það alltaf gaman. Já, það alltaf leið. Það fer aldrei, sko. Nei. Það bara æðislegt. Já. Ég meira að hitta krakkar sem eru 5 ára og eru að horfa Gunnar og Felix á Krakkarúf. Já. Því að það fór rosalega mikið þegar Krakkarúf var sett á laginnar þá fólk búið að vera þarna að vinna hörðum höndum við að koma gömlu efni inn á Krakkarúf, sko. Og það skila sér bara því að allt í einu eru 6 ára krakkar sem vita hvað maður heitir. En það líka það góða við barnaefni að þú ert alltaf að sýna nýjum og nýjum sem hafa aldrei séð þetta áður. Já, en þú veist, það nú samt innihaldið þarf að endast, sko. Já, ég meina það, ef þetta gott efni, að þá hægt að endurnýta þetta aftur og aftur. Já. Og mikið af svona eldgömlu barnaefni, þú veist, Maja Bífluga og eitthvað svoleiðis virkar ennþá í dag, svo annað sem að eldist verð. Já, langmest af þessu barnaefni eldist ágætlega, sko. Já, það er mjög mikið af þessu gamla sem að ég horfði á Pósturinn Páll og svona sem hægt að sýna krökkum alveg endalaust, og Gunnar og Felix teljast alveg þar með. Já, þú veist, ég held að verði ekkert, sko, barnaefni verulega vinsælt nema að sé eitthvað innihald, sko. Já, og það líka, og þá endist það. Það hjálpar verulega að fullorðnir geta hort á það með börnum sín. Það hjálpar vissulega, það var markmiðið okkur. En hefurðu fylgst eitthvað með þessu nútímavædda barnaefni sem komið svo mikið af, sem svona Fræðslutengt? Já, nei, ég ætlaði nú meira að tala ákveða en aðra tegund og það þessir manísku, súrælísku teiknumyndir sem verðist vera allt fullt af. Já, ég hef ekkert fylgst með því, ég bara dett stundum inn á þar og gefst upp. Já, þú veist, það eins og Gundi og Svampur Sveinsson og Adventure Time og Tjáter og þetta allt svona eitthvað svona manískar, súrælískar teiknumyndir sem það svolítið mikið hláfaði, sko. Já, og svona furðuleg kvikindi og gera furðulega hluti og þetta verðist vera meira fyrir fullorðna og kannski mest bara fyrir eitthvað sem búin að... Er þetta fyrir fullorðna? Ég veit það, þetta verðist aðalega verið fyrir hasshausa, sko. Það mjög skrítið. Strákunum mínum fannst rosa gaman að Svampur Sveinsson, sko. Já, það eitthvað það sem á mínu heimili núna að ganga allan daginn eða það Svampur Sveinsson, sko. En það mjög manist og mjög súrælist og mjög ólíkt til dæmis Gunnar og Felix. Kannski samt óvinur rólegt, eða svona rólegt með margt að því sem að gera. Já. Þetta maníska barnaefni, það eiginlega sko að byrja þarna, held ég, með Cartoon Network. Já. Þar byrjar þetta. Já. Ég man eftir því bara þegar ég var yngri þá var þetta þannig sko að þetta var allt annað en það sem við óttum venjast á Íslandi og maður sá kannski brot úr þessu ykkur stæða vinni sínu með það sem var svona Cartoon Network og þú gast til ekki horta þegar þú ert búin að horfa á öðru sér teiknumyndir og þar til að vera bara búin að horfa svona frá upphafi. Já, bara hvað varðum, þú veist, sama bruna verður Pósturinn Páll og eitthvað. Það verður gamli strákar. Já. Þetta einmitt svona, sko. En ég sá það bara á Facebook á myndum að allt í einu sá ég mynd af þér og einhverjum við hliðina sem var alveg eins. Já. Og fattaði að þú átt tvíburabróður sem alveg eins og þú. Þú ert örugglega síðasti maður á Íslandi sem kemst að þessu. Okay. En ég hugsaði strax, hversu oft þarf þessi maður að þola einhver aðdáendur frá Gunnar og Felix sem að koma á hrósunum og... Þú verður að spyrja hann að því, sko. Já. Ég veit ekki. Ég stundum svolítið eftir á með svona hluti. Já, ok. Já, en við höfum gert margt saman, sko. Við höfum gert sjónvarpsþætti saman með þessu, veiðiþætti. Já, alveg, þú varst með veiðiþætti. Já, þannig að þetta er ekki svona, þetta er ekkert leyndamál. Nei. En hefur þetta ekki komið sér ágætlega, hefur ekki reynt að þjálfa einhver hlutverk, þannig að ef þú veikist þá bara... Jú, það kom einu sinni fyrir stundin okkar, þá veiktist ég og hann kom en við vorum ekkert að þykjast eða láta eins og hann væri ég heldur bara bróður minn kom í staðinn fyrir mig. Já. En svo gerðum við Felix leikrit í Hafnarfirðinum sem heitir Bakarofnin. Var frumsýnt fyrir 3 árum og þar lék hann, sko, það sé að þar lék hann mig og af því að ég fór út af sviðinu öðrum megin og byrti strax hinum megin. Já. Þannig að þetta var svona smá farsi og fólk var lengi að fatta, sko, hvernig ég gat verið svona fljótur í förum, sko. Já, mitt. Þetta var svona einföld tæknibrella. Engri tækni í rauninni. Já, nákvæmlega. Það er skemmt. Þannig að það virkaði alveg rosalega
ótrúlegt að hann hafi nefnt að vera þarna sko. Þetta er ekkert það sem hann fæst við að leika barnasýningum hverju einustu helgi og þú veist. Gerum ekki hvað sem er fyrir bræðir sína. Lítinn penning Já, það er greinilegt. Já, en þú hefur verið viðlóðandi lengi í leikhús í Hafnarfirði. Já. Hvað er það að gera þarna núna í leikhúsinu þar? Sko, í vetur vorum við með leikrit sem heitir Stefán Rís sem úlingaleikrit skrifa af úlingum, fyrir úlinga, leiki af úlingum og þetta var svona þriðja sýningin í svona smá, já við köllum þetta svona framtíðarleikhúsið okkar þar sem að ungt fólk getur komið og skrifa leikrit og leikja undir styrkri leikstjórn og þetta gekk alveg fáránlega vel maður og mikið stemming og svo erum við bara í rólegheitum að undirbúa næsta vetur og svo náttúrulega leikhúsið í Hafnarfirðinum þannig að við erum að leigja mikið út til menntaskóla og ef það þarf á þessu svoleiðis húsi halda í Hafnarfirði þá erum við með svoleiðis hús reyndar er bæjarbíó aðeins að kikka inn aftur sko en við svona köllum okkur svona samfélagsleikhús líka því að við erum með leiklistanámskeið fyrir krakka og við erum í samstarfi við Flensborgarskólann sem sett upp alveg frábæra sýningu Mormónabókina. Má nú ekki tala það upp á þetta en þessi menntaskóla náttúrulega fá engin leyfi og ekki neitt sko. Nei. Enda líka, þetta eru 3 sýningar, þetta er alltaf leið. Já, þannig er nú enginn að koma til Íslands til þess að elda sig það. Nei. Ég held alltaf að segja má ekki tala það því að má ekki gagnrýna trúarbrögð. Nei, Mormónabókin er náttúrulega ekkert nema stór gagnrýni á mormónatrúna sko. Já. En það hefði séð það leikrit. Stórkostlegt leikrit. Það er svolítið furðuleg trú. Það er svona ýmislegt sem að... Já. En þú ert nú búin að fara víða og að þið ert með úlingana þarna í þessu. Já. Ertu farin að sjá einhverja framtíðarstjörnur sem við eigum eftir að sjá á Hvítatjaldinu einhvern tíðan eða gera góða hluti í leikhúsi? Já. Allir þessi krakkar sem voru í Stefán Rís sko. Það er strákar og stelpur, þetta er ótrúlegar. Við erum mjög hæfileikaríkum börnum og úlingum. Já. Þessi þjóð. Það er eitthvað rétt í gangi sko. Og bæði, þú veist, þau eru að skrifa og þau eru að leika og syngja og dansa og þú veist, þetta er það sem ég sé þau gera sko. Já. Ég er ekki að tala íþróttir, við erum alveg að standa okkur þar líka. Já. En ég bara tala þennan Geira sem hún var að spyrja og framtíðin er náttúrulega bara gríðarlega björt. Já. Veist, við erum bara búin að vera í byrjandur sko, veist, leiklista á Íslandi er ekki gamalt fyrirbæri. Nei. Miklu yngra hér heldur en annars staðar í heiminum. En við erum rosalega leiklistar og leikhús þjóð. Já. Alveg gríðarleg. Já, það er sko, ég held að við erum örugglega heimsmeti í sko, fjölda miðaseldra með höfðatölu sko. Já, og örugglega fjölda leikfélaga með við, af því að eiginlega bara hvaða krummaskuðu sem er. Á leikfélag. Já. Og ég er að tala sko fjölda með að selda sko á öll þessi á alla viðburði sem kallast leikhús sko, ekki bara atvinnuleikhúsin. Já. Hvað ætli séu mörg atvinnu og áhugamannaleikhús rekin á Íslandi? Já sko, það er náttúrulega sko, atvinnuleikhúsin eru 3 í Reykjavík, 1 í Hafnarfirði og 1 á Akureyri. Svo eru svona leikhópar sem að fara inn í Tjarnarbíó eða Borgarleikhús eða til okkar. Er þetta Gaflaraleikhúsið? Já, Gaflaraleikhúsið. En áhuga leikfélögin, þau eru bara svona vötnin í Finnlandi sko. Já, þau bara sprettu bara golfkúlur. Já. Og þú eiginlega kemur hvergi á svona minni stað út á landi að þar sé einhver leiklist í gangi sko. Já, ég veit það er bara stórkostlegt. Og oft frábæri sýningar sko. Já, góða leikara, þetta er bara stórkostlegt sko. Sumaður er ekki miklu athygli mér að segja. Já, kemur fyrir. Já. En konan þín er náttúrulega líka leikona. Já. Og þið börnið það ekki? Jú, við erum 2 strákar. Eru þau líka leikarar? Já. Já, þetta er allt. Þetta er bara í gennum. Já, það er náttúrulega, maður ekki að gera eitthvað rétt ef börnum hans vilja feta í fótsporin? Jú, ég held það. Þau eru alls ekki þeir eru ekki tilneyti til þess sko. Nei. En það er Björk sem er haldið sko úlingastarfi í Gaflaraleikhúsinu, ekki ég sko, þá hreinu. Og hún er sko, eldri sonur okkar er í leiklistarskóla í London og hinn er í Vestló. Já. Og þeir hyggja báðir á eitthvað í þessum Geira. Hefur aukt að leikið með konunni eða börnunum í einhverju? Ég leiki oft með konunni, já.
Leiki með börnum? Nei, held ég ekki. Mér bara dettur í hug hvort það sé Ekki svona ennþá. með kannski meiri pressa þegar að Á þau eða mig? bæði. Nei, ég hef ekki leikið með þeim, sko. Já. En ég hef leikstýrt þeim. Já. Öðrum þeirra. Og Nei, báðum. er það ekkert skrítið, gengur það bara eins og... Já, það sem gerist með, sko, eldri strákin, hann bara var stórkostlegur. Hann var svo duglegur, var svo duglegur. Skilur í öllu, ef það vantaði eitthvað að gera eitthvað, þá bara ég skal. Já. Og það var frábært að sjá það. Það gladdi mann, sko. Sjá að maður á duglegt barn. Já, hann er ekkert eitthvað Ekki sjálfsíð. vera með svona forréttinda eitthvað. Nei, alls ekki. Blindu bara eitthvað. Pabbi minn er lengsturinn, ég er með. Nei, hann var 17 ára, skilur við. Já. En síðan leikstýri hinum stráknum mínum þegar hann var bara 9 ára, held ég. Já. Þá þurfti hann að hoppa inn, sko, bara með 5 klukkutíma fyrirvara, sko. Já. Veist, ég vakti hann kvöldi áður og sagði, heyrðu, þú þarft að læra hérna texta. Lét hann lesa það yfir, Já. svo fór hann að sofa. Svo vakti hann eldsnemma og við keyrum niður í Laugardalshöll, það var sýning í Laugardalshöllinni. Þar æfði ég bara með honum. Þá til hinni leikararnir komu, þá æfði ég með þeim. Varstu þá að hlýða hann yfir textana í bílnum eða eitthvað? Nei, ég er ekki að gá honum aðeins. Má ekki vera ómikið pressa, sko. Já, Hann var alveg að fara að læra hann texta, það var ekkert vissin. Þannig að, nei, við vorum bara að tala bara heima að geima. Það er ágætt að vinna með börnum svona í lotum, þú veist, Já. ekki látlaust eitthvað neginn og ekki láta þau finna pressuna. Þú veist, það eru 5.000 manns að koma og voru að standa þig, það má alls ekki segja það. En það er náttúrulega líka ekki þannig heldur að þú náir endilega betri árangur með því að vera stöðugt að æfa þig. Þú náttúrulega þarft að taka þér pásur og anda og... Já, sko, má ekki hljóma eins og að borgi sig ekki að æfa sig, sko, vegna þess að það er náttúrulega marg borga sig, en bara eins og Það er meira eins og í bílnum með að keyra eða eitthvað, það er kannski svona aðeins einum of, sko. Já, það er náttúrulega, það er engin fókus til að æfa, sko. Já, Þá akkurat. þú væri bara búið til stress. Já, þú ert bara búið til stress og þú ert að í rauninni sóa tímanum. Já, Já, nákvæmlega. það er það sem ég er að meina, sko. Já, Það algjörlega. er ekkert betra að vera stöðugt að reyna að gera Nei, eitthvað þegar nei. að þú getur ekki sinnt í, sko. Menn verða að borða og hugsa og skýta. Er Já. það kannski, Bara að fyndi að því að Björgvin Frans, hann kom inn einu sinni og hann sagði svona sögu frá því að hann var krakki og pappans var leikstýrunum Já, og hann neitaði að leika eitthvað, þú veist, í 30. skiptið og endurtaka það já. og þá sagði pappans við hann, sko, ok, þá fær frændiðin að gera þetta og þá rekk hann í gýrin bara, nei, Shit. þetta er mitt. þá veltum maður fyrir sér, Já. að því að þú er nú áhuga á allir þessum málum í kringum krakkana, sko, Já. getur verið, að því þú talar sko, að það borgar sér ekki verið með mikla pressu, getur verið að það sé til dæmis ómikil pressa á þeim, til dæmis þegar þau fara heim í lærdóminn, þú þurfa að læra heima. Það veit ég ekki, stráka, nú er það að spyrja, komin Já. út fyrir mig. Já, það er bara að velta þessu fyrir mér, hvort það Uppeldis sé og ekki skipt í. Já, mennta sko, mál, ég held að, sko, ykkur að segja, þá hef ég nú skoðun á því, sko, hvað dagskrá barna er þétt. Já, Hún er brjálæðislega þétt, sko. Já, Og sumir krakkar vilja það bara, það finnst það geðveikt. já, já. Bara og, þú veist, eru bara hamingjusumstu börn í heimi, sko. En ég held að, sko, ég held að sé vannmetið að láta börn, að leyfa þeim að láta sér leiðast. Já, ég er alltaf að reyna að predika þetta við stelpunum mína. Það er ekkit alltaf allt skemmtilegt. Nei. Það er ekkit alltaf allt sem að þú fær að borða eitthvað gefið gott á bragðið. Nei, Þú veist, stundum er bara venjulegt. já, stundum er bara En leðilegt. hins vegar, ef það er ekki gaman, Já, þá er leiðilegt. já. já, nákvæmlega. En þá bara verður maður að búa til eitthvað. Já, ég segi það alltaf að Já. þú veist, taka af iPad og svona, ég er ekki búin að fá að vera neitt í iPadinu og eitthvað svona. og Þetta bara, er eitthvað raunveruleiki sem ég þekki. Já, þú finnur þér bara eitthvað skemmtilegt að gera. Já. Það er ekkit alltaf skemmtilegt. En þú veist, ég er svolítið stikkfrí hvað þetta var það, vegna þess að ég, þú veist, það var aldrei einu iPadar þegar ég var alveg drengina mína. Næ, þakkaði fyrir það. Þú veist, þeir voru komnir en við ákveðum að kaupa það ekki. Já, ég fekk minn gefin. Já, Ég hef aldrei keypt þetta. Svo er þetta bara svona ákveðin svona bölvun. já það getur náttúrulega verið hvort tvekja, sko. Já, En hérna, og við keyptum ekki síma, þú veist, of snemma og þannig að við leiðum bara hanga svolítið. en ég held að það sko efli sköpunargáfu barna að hanga og hafa ekki sérst að gera að þá Já. finna þau sér eitthvað að gera og þá Já, kannski. ákveðu að föndra eitthvað eða leika sem eitthvað leikvöngu og svoleiðis og það er heilmikið svona sköpunargleði sem verður til þá Algjörlega. þó að það sé kannski fínt að setja þau í hljóðfæra tíma og svo íþróttatíma og þau verða góð í því og flink í því að þá ef að allur dagur þeirra fyrir svoleiðis og heimanám þá kannski vantar svolítið að þau eitthvað búið sér til sitt eigið. Já, en sko, það sem ég býð, það er mikil barnagata. Já.
þar náttúrulega, sér maður krakkana hlaupa úti og leika sér, það vantar ekkert upp á það. Þannig að þetta bara, þetta er þessi línudans, það má aldrei vera of mikið af neinu, sko. Allt er best í hófi og það allt, sko. En síðan líka, sem að ég kannski myndi vilja að væri gert meira, það væri að láta krakka lesa. Já, efla lestur. Já, vegna þess að, bæði náttúrulega er þetta mitt fag, skilurðu, ég vil að krakkar lesi það sem ég skrifa og ég vil að krakkar lesi í rauninni það sem aðrir að skrifa vegna þess að íslenska barnabækur eru, ég myndi segja 99% alveg stórkostlegar. Já. Ég er að reyna að lesa eins mikið að geta íslensku barnabókum og þær eru bara, þetta er bara heimsklassa stöf. Og við vitum það öll að ef þú lest ekki þá áttu erfiðara með að læra eitthvað annað, sko. Já. Í framtíðinni. Já, þetta er bara gríðarlega mikilvægt samskiptatæki og lærdómstæki að vera bara fluglæs. Já, og þetta líka hjálpar með svo margt. Já, þú setur því í spor annara. Þú sér fyrir þér aðstæður. Þú þjálfar hugarflugi, þú lest kannski Emil og það er lýsing af hvernig var, í Smálöndunum og eitthvað og Grjótgarðar og svona. Og þú þjálfar hugan í að búa til myndir af því sem þú lest. Og það er öðruvísi heldur en að horfa á bíómynd, sko. Já, það er þannig allt öðruvísi. Það er meiri mötun í gangi, sko. Og það er ekkert að því, sko, góð bíómynd er náttúrulega stórkostlegt listaverk en sko ég óttast aðeins að við séum að gleyma bara að láta krakkana lesa bæði í skólanum og á heimilunum, sko. Ég held að það sé alveg rétt, sko. Og það er náttúrulega nokkri skólar sem eru bara með á stundaskráni og þeir hafa merkt það hjá sér að sko árangur í öðrum námsgreinum hefur bara aukist. Já, sjálfsögðu. Þannig að þetta er sko, þetta er svo einfalt að laga ákveðna hluti, sko, og ég er reyndar að fara að undirbúa ráðstefnu þetta í haust. Já. Því að ég er nýkjörinn formaður sambands unglinga og barnabókahöfunda á Íslandi. Já. Og við ætlum að vera með ráðstefnu í mánaðamótin september-október. Það sem okkur langar að fá bara alla að borðinu, fá bara menntamálaráðuneytið og menntamálastofnun og kennara og bókasafnsfræðinga og foreldra og ræða þetta eins bara holt og bolt, þú veist hvað erum við að gera rangt, hvað erum við að gera rétt, hefnaðist lestrarátak menntamálaráðuneytisins eða hefnaðist ekki, hvað klikkaði, hvað var það læsist teimið sem menntamálastofnun var með, hvað kom út úr þeirri vinnu, hvað með hvítbókina sem Illugi bjó til, sem vel að merkja, þar kom orðið barnabók aldrei fyrir. Nú? Nei. Já. Það veist, þannig að tala menntun barna á Íslandi, orðið læsi kom einu sinni fyrir, eða lestur. Einu sinni? Já, ég kannski að rugla, það var einhvert orðið bók eða lestur sem kom einu sinni fyrir. Já. Og svona, sko, við erum búin að gera ýmislegt og það kom tíma að meta, sko, hvað virkaði. Það vantar eftirfylgnina. Það vantar svolítið eftirfylgnina. Já, bara þú veist hvað, það er náttúrulega ekkert gott að hafa eftirfylgni ef eitthvað klikkaði. Nei. Og halda áfram að gera það vitlausa. En ef það er rétt þá bara verðum við að læra því og gera meira því, sko. Það er kannski líka vanmetið að lesa fyrir krakkana sína. Af því í dag margir virðast slegast á því að skuttla börnum í þess og þessa þjálfun og svoleiðis. Það er náttúrulega ógeðslega gaman að skuttla krökkunum sínum. Nei, þú erum alltaf að hætta þessum tími vinnu og þessum og skuttla. Það er best í heimi, það var gæðastund. Það var uppbólst, ég baðst aldrei undan því að skuttla heimi á mér. Þú veist, þetta kom fyrir ef ég var, þú veist, algjörlega fastur í vinnu. Já. En ég sóttist eftir því að skuttla. Já, mér finnst gæðastund að lesa fyrir börnin mín. Já, það er líka gæðastund að skuttla akkur ekki. Af því að þá ert í bíl og þú ert að flýta, þú ert að vera réttum tíma og svo skilar þeim einhver tíma og svo þarf þú að sækja þig aftur. Leggur bara fyrir stað. Já. Hvað gerum við í bílum? Ekki neitt. Akkur ekki. Hvað gera krakkarnir í bílum? Röflum þau vil ekki fara í tíman sem ég er að fara með því. Það segjast þér að fá ís á eftir. Hvaða tíma er það? Nei, litla stelpan, eða stóra stelpan mér var á skautum, sko, og hún var alltaf eitthvað kvartandi yfir einhverju. En nei, það var nú kannski líka aðalega af því að hún fór síðan upp flokk og þá voru allir tímarnir eitthvað 2:00 eða eitthvað daginn. Ég get ekki
Nei, það er náttúrulega erfitt, sko. Já, ég í vinnu og konan mín í vinnu, við getum ekki skutla en 2 í viku klukkan Hvað var 2 gömul? og 7 ára og klukkan 6 eða eitthvað á laugardögum. Það er náttúrulega fáránlegt, sko. Já, þetta var bara ónýtt. Já. En En annars finnst mér, sko, þú veist, þessi skuttl-moment, sko, þau voru svona gæðastund í mínum huga. Já, því að það var svona einu moment sem maður talaði við þá. Eins og þau voru að tala um heimanámi, sko. Þú veist, þegar ég kom á vinnunni, þá var annarkvort að skuttla eða láta læra eða elda eða svo kallar úlfatími sem er svona milli 4 og 6 kannski. Já. Og það sem allir eru þreyttir, allir eru hálfvannarðir og það þarf að klára að læra og lalala, sko. En að skuttla þeim í 5 mínútur, 10 mínútur, það svona var svona og róaðist mannskapurinn. Við fórum að tala um eitthvað upp úr einsmanns hljóði, sko. Og veist, pabbi, hver er forsætinn á Íslandi? Skilur við? Bara svona spjall, ekki neitt. Ég er nú meira að tala um kannski að lesa fyrir krakkan á kvöldin á að fara að sofa, það getur verið geðtími. Ég er alls ekki að taka niður lesturinn, ég vildi bara lifta upp skutlinu, þannig að ég elskaði skutlið. Ég skal reyna að vera jákvæður með skutlið. Og líka bara, þú veist, takta nú svona skautum en hún vill ekki vera það, sko. Nei, við urðum að hætta með hana því að þetta er ekki hægt að, þú veist. Já, senda henni í leiklist bara. Já, ég er að hugsa um að gera það, hún segist við of feimin en ég held að það veri frábært fyrir hann að fara í leiklist. Það er mjög gott til að vinna á 5-ninni, sennilega. Það er svona misgott, sko. Já. Ég skil ekki, hún er þess að 5 allavega ekki frá mér, frá mömmunar. Nei, það er sannlega mamman. En þið hlusta á Flæðisker útvarpssögu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökku Víðsteinsson hérna með mér og Gunnar Helgason, leikari, hann er hérna hjá okkur. Þetta er eitthvað. Þetta var sendu mér SMS af diski sem að heitir Eitthvað fyrir alla með hérna bóndanum á brennistöðum. Þetta er Eitthvað fyrir alla. Já, þetta er Eitthvað fyrir alla. Þetta er bara frábært. Ég uppgötaði þetta bara af því ég fór í bændagistingu með konunni og börnunum á brennistöðum og þá voru þið að selja hann disk og það var svona sýniseintak og ég hlustaði á þetta og fekk þetta SMS-lag alveg geðsvíkislega illa á heilan og söngland þetta alveg, þú veist, keftum ekki diskinn sko en svo, þú veist, svo pantaði hann 1,5 ári setna var ég ennþá söngland sendið mér SMS eitthvað svona og bara, nei, kaupi ég bara diskinn sendi bara hvernig e-mail og kefti diskinn. Þetta er einmitt kannski gott dæmi það hvað Íslandingar getur skapandi. Já. Bændur út allan heim bara, þú veist og Íslandi segir, að skapa eitthvað og allstaðar í þjóðfélaginu er kannski fólk sem er að vinna hérna venjulegu vinnu. Þessu utan er það að skapa eitthvað. Já, ég veit ekkert hversu sér íslenskt þetta er, sko. Nei. Þú veist, þetta er náttúrulega bara æðislegt, sko. Eða þá bara vinnudagurinn er alltaf stuttur, við erum að fara lengi að vinnudaginn. Viltu það? Já, sem fólk hætti það. En hérna, þú ert orðinn formaður, hvað sagðirðu? Félags barna- og unglingabóka rithöfunda. Já. Og þú ert nýlega búin að þú gafst út fyrir jólin bók. Já, pabbi prófessor. Er það tilvísin í þig sem pappa eða? Nei, hann er ekkert líka mér þessi pabbi. Já. Hann er svo rólegur og yfirvegaður. Já, og kann að gera við bíla. Það kann ég ekki. Nei. Hann er prófessor í háskólanum. Það er ég ekki. Nei. Hann er prófessor í sagnfræði, ég hef áhuga á sagnfræði. Já. Já, og hérna, nei, þetta er bók Stellu sem er sama stelpa nú í Mömmu klikk og já, í Mömmu klikk sko þá er það mamman sem fer í taugarnar á Stellu, þvælist fyrir henni í lífinu sko, af því að Stella er náttúrulega að verða úlingur og í pappa prófessor þá er mamman ekki heima, hún er farin erlendis að vinna og pappin þarf að sjá allt sko og hann hefur alveg séð hluti, veist, hann eldar eiginlega alltaf og svona en það er komið jól og hann hefur aldrei séð jólin, aldrei skreitt og þrifið og því að prófessorar eru mjög uppteknir í desember þá er þeir bara að fara í próf það er bara rétt náðu fyrir jól sko og þetta vissi ég nú ekki fyrir ég fór og tók viðtal við nokkra prófessora upp í háskóla. Já, þannig að þetta var nýju uppgötvun. Já, ég held að það væri bara að vera prófessor væri bara rólega þetta djóp maður. Já, heldur betur ekki. Kenna 2 tíma á viku og grúski bókum og skrifa ritgerð og greinar og aldeilis ekki. Það er brjála að gera í höfum í 2 ári og alveg nóg að gera þessu milli. Þannig að pabbi prófessor var semst síðasta bók. Ætlar að skrifa fleiri? Já, ég er að klára núna bara þið er aðeins að trufla mig í því sko, ég er alveg að fulla að reyna að klára
næstu sem heitir Amma Best eða Amma Best í heimi, ég er ekki alveg búin að ákveða Já. Og ég átti að skila henni síðast liðin föstudag. Já, þannig að þú ert Já, þess að þetta sko. Já. Og ég næ vonandi að skila henni á föstudaginn. Þegar þú ert að skrifa bækur, Já. hvað gerur til þess að fá innblásturinn? Er þetta bara eitthvað sem kemur til inn og þá bara ferði tölvuna og... Já. Eða sestu bara niður og bara nú ætla ég að skrifa eitt kafla? Já. Það er svoleiðis. Bæði og. Já. Vegna þess að sko að sko fá hugmyndina að bók, sko, ég er náttúrulega ekkert æðislega frumlegur, sko, þú veist, ég skrifaði 4 bækur sama fólki í fótboltabókunum en ég var mjög lengi að fá þá hugmynd að móta það landslag allt saman, móta karakterinn og söguna og veist, og þegar ég skrifaði 4 bækur þá var ég með sko svona boga, veist, stikkorð fyrir sögu fyrir 4 bækur eða 3 bækur en eftir fyrstu bókina þá bættist eftir aðra bókina þá bættist 3. bókina óvart við sko sem var ekki plönuð og hann að bók nummer 4 átti að vera 3. bókin. Já. Þannig að veist, ég var búinn eftir svona smá vesinni, veist, ársvinnu þá var ég komið með 1 af 4 Já. fyrir sögu fyrir 3 bækur sem eru 4 og svo þegar ég var sáttu við það þá byrjaði maður að reyna að koma þessu niður á 1 af 4 sögunni í bókinni þú veist bara einsetning kafli 1 þetta gerist, kafli 2 þetta gerist og svo get ég líka farið, ég hef stundu gert að búið til nýtt skjal og það heitir bara ítarlegar Já. og það þýðir bara þá er kannski hálfblaðsíða hver kafli þannig þá er þetta kannski 40-50 blaðsíður. Já, og gerir svona beinagrind með alltaf aðeins meira kjöti og... Já, rosa gott að hafa beinagrindina. En svo byrjum maður að skrifa og eins og núna, þá veist, var ég með 20 kafla ákveðna. Ég veit ekki ekkur 20 en þetta bara endaði þannig í mömmu klikk og ég er að halda með það. Það er eitthvað bara ágæðismarkmið og svo breytist það bara á leiðinni, sko. Þú veist, ég hent út alveg heilu köflunum en eftir, það er svo gott að hafa eitthvað til að byrja, þannig að þú spyrir sko, sestu bara niður og ætla að skrifa heila kafla og þá, fyrsti kaflinn er náttúrulega erfiðastur, þá byrja maður og þess vegna verður maður að vera með beinagrind, vita hvert maður ætla með þetta. Já, af því annars lítur að lenda í sjálfheldu. Í rauninni, Já, skrifar eitthvað og svo það. fattaru, þá get ég ekki leyst þetta vandamál ef þetta er búið að gerast og eitthvað, þá vantar þennan karakter. Ég er reyna að búa til aristotelíska uppbyggingu, þar að segja með upphæði miðju, risi, falli og enda. Já. Þú veist, og það tekst stundum, tekst ekki alltaf og síðan sko, eftir ég byrja að skrifa þá búið með 5 blaðsíður í dag hættur og svo kem ég á þessum daginn eftir þá byrja ég ekki bara á blaðsíðu 6 heldur byrja að lesa þetta allt aftur Já. og það er bara eins og bensín á mótorn sko, að lesa, breyta og já, þetta gerist þetta næst og maður beinagrindina við hliðin á sér og þannig að það er sko miklu erfiðara fyrir mig að búa til þess að beinagrind heldur en að skrifa bókina síðan sjálfa og tekur alveg að bláka tíma núna er ég búin að, veist, ég byrja í nóvember að búa til beinagrindin þessari bók Já. og það tók alveg 3-4 mánuði sko. En það er náttúrulega líka sögur það sem svona heildar uppbyggingin stemmir ekki eru náttúrulega ömurlegar þegar menn vinna ekki þessa beinagrindavinnu einhvern veginn og svona Ég held að það sé bara misjafnt sko hvort að menn þurfi þessa beinagrindavinnu eða hvort að menn eru bara svo klárir að ég geti bara haft þetta allt í hugun sko en mér finnst rosa gott að gera þetta svona ég veit ekkert hvernig aðrir vinna sko ég fór ekki í rithöfundaskólan og læriði vinnubröð sko Nei. Heldur ég skrifaði fyrstu bókina mín 1991 og skrifaði hann á nóttunni þar sem ég var næturvörður og þá skrifaði þetta bara svona bara fyrsti kafli getur verið þetta og annar kafli getur verið þetta og bara þetta kom svona naturally sko þannig það hendaði mig bara vel Já, einmitt, haft þetta vinnulag Já, og þú veist, Víti Vestmennum það er kannski svona bók sem ég svona verið lengst með þú veist, það var alveg 2 ár að búa til alltaf að þykja söguþráðin sko þú veist, og bæta lýsingar Já, þú veist, ég komið 50 blaðsíður söguþræði þá var kannski ágætt að fara að byrja að skrifa helst bókina sko þú veist, þá er maður basically að skrifa bók sko En það hlýtur að vera þess virði að taka allan þann tíma sem þú þarft til þess að það verði ég vildi bara af því að ég var alveg smá þekktur og ég var búinn að skrifa bækur sem að höfðu fengið ágætis dóma þegar ég var, þú veist, 25 ára sko og
og ég vildi bara að þessi bók yrði bara geðveik og hún myndi bara slá í gegn og hún myndi seljast og ég ætlaði að selja hana og þetta átti bara að vera fyrsta bókin for the rest of my life, skilurðu, það sé að fyrsta bókin á því tímabili sem að færi í hönda sem ég myndi skrifa eina bók á ári. Ef fyrsta bókin hefði misheppnast, þá hefði ekki verið grundvöllur til að skrifa eina bók á ári. Þess vegna gæði mér svona ógeðslega langan tími í þetta. Já, það er náttúrulega ákveðin spilaborg að þá ertu ólíklegri til að fá styrk og svo framvegis þú fær með hvað, ef það gengur illa? Já, býst ég við. Ef að fara út í það umræðu. Ef þú vilt, við getum líka talað ertu ekki að fara að gera mynd eftir Vestmannaeyjum? Jú, það er mitt, það er stendur til og bara að fara í tökur eftir 1,5 mánuð. Já. Víti í Vestmannaeyjum, tekin upp í Vestmannaeyjum að hluta og síðan hérna í Reykjavík. Það sé allt sem við þurfum að sjá í Vestmannaeyjum, við verðum alltaf að tekið upp í Vestmannaeyjum. En allar innitökur verður teknað hérna og danstökurnar, svo kallar. Ég kallar það í mínum huga, gerur engin annar, en það er það sem að við tökum fyrirfram ákveðin atriði úr einhverjum fótboltaleikjum. Já. Það er bara að æfa þau eins og dansatriði. Já, það er bara eins og kórógrafía fyrir bardagasinu eða hvað annað. Já. Þannig að það er bara, það verður tekið hér í Reykjavík, sko. Já. En allt sem út á götu í Vestmannaeyjum verður náttúrulega tekið þar, sko. Það náttúrulega hjálpar mynd væntanlega strax bara að hafa Vestmannaeyjar því að það er svo fallegt umhverfi í Vestmannaeyjum. Já, ég meina, það er ekki tilhugsun að þessi bók gerist í Vestmannaeyjum. Þú veist, það er náttúrulega, Vestmannaeyjar er undraveröld. Já, þær eru það. Það er bara, þetta er ótrúlegu staður, þetta er bara fáránlegu staður. Þetta er alveg einstakur staður í heiminum. Já, sammála því. Og að koma þarna, bæði siglandi og fljúgandi, er upplifun út af fyrir sig. Maður gæti flogið þarna, lent og farið strax heim aftur og verið ánæður. Já, bara að sjá útsýnið. Já, sigla frá landi, þetta er alveg klikkað líka, sko. Já, hérna innsiglingin inn í bæinn og þetta er svo stórkostlegt allt saman og svo náttúrulega enda bókin á, þú veist, það er eldfjallasaga, eldgossasaga á eyjunni náttúrulega sem gerir hana partur af þessari stórkostlegu sögu og bókin og myndin enda náttúrulega á eldgossi og... Þau gerist hún í fortíðinni? Nei, það bara kemur nýtt eldgoss sem að geti gerst, já. Hvenær er ekki komið eldgoss í Íslandi? Bara spurningum, hvar, ekki hvenær. Þannig að sko ég vonaðist nú til þess að þessi bók myndi seljast til útlanda svona, kannski líka svolítið út af Vestmannaeyjum og eldgosinu og svona og Eyjafjallagosið var nýbúið en það er nú ekki gerst ennþá að þessi bók hafi seljast til útlanda. Ef þú hefði skrifað Eyjafjallagosið inn í bókinni þá kannski ég meina eldgosið kannski voru það mistök já meina. Víti í Eyjafjöllum hljómar ekki eins vel eins og Vestmannaeyjum. Það er reyndar ekki. Víti er fullkominn titill vegna þess að Víti hefur þrefalda merkingu í þessari bók sko. Bæði sko þetta eldfjall og það er verið að taka víti og líf annarra personur er helvíti. Já. Þannig að þetta er ekki bara fótboltabók, það er allir mjög hissa sem að vita ekkert þessar bækur og lesa og bara, þetta er bara alveg bók. En vissir það að það er svona óopinbert ættarnafn í Vestmannaeyjum sem heitir Vító? Nei. Og það er að því að einn kallinn hann öskra alltaf víti og þá var hann alltaf kallaður Vító og þá er þetta orðið svona eins og óopinbert ættarnafn fjölskyldans þá heita þú veist börninas líka Vító og barnabörninas heita Vító og eitthvað ég man ekki hvað maðurinn hét en þetta er alveg Vító ættin bara í Vestmannaeyjum og í símaskráin í Vestmannaeyjum þá er bara skrifað það er svona sér símaskrá fyrir Vestmannaeyjum þá stendur bara Vító þú veist hjá þeim öllum Já, það er ótrúlega fyndið. Þetta er skemmtilegt. Þetta er gaman. Þetta er stórkostlegt ævintýri náttúrulega, við erum að velja leikara og við erum búin að vera með mikla pröfur fyrir krakkana sko, eins og myndin náttúrulega á þess að setja eina pressu á neitt þá stendur hún og fellur með leikrónum eins og allar aðra með kvikmyndir og við erum komnir niður í 28 manns það þurfum svona 16 krakka og það verður ákveðið núna í vikunni. En er það ekki gríðarlega erfitt því að krakkar náttúrulega geta ekki haft mikla reynslu í leiklist bara hreinlega því það kom í þessum loka hópi til dæmis sem ég vissi ekki fyrir að ég fór að tala við þá eru þarna krakkar sem hafa leikið í 2 bíómyndum 3 bíómyndum og 4 leikritum en krakkar eru að gera svo mikið eins og ég segi þeir eru sko það eru þarna tvíburar í loka hópnum sem leku í Fólkinu í blokkinni og það er þarna strákur sem leki Ég man þig sem var að fara að frumsýnast í dag og þannig að það eru krakkar þetta með reynslu Já, þarna græður í ná því bara hvað er mikið að gerast í bransanum í dag Já, algjörlega þetta er,
og þú veist það sem er svo gaman líka að við síðustu pröfurnar voru fótboltapröfur Já. þannig að við vorum með 28 krakkar sem voru allir æðislega leikarar og við þurfum að búa til lið og svo þarf einn að vera úr FH og einn að vera úr Þrótti og það var langt best að þessi leikara sem við veljum geta spila fótbolta þannig að fótbolta sem að vera trúverðugar sem mér finnst gallin við flestar fótboltamyndir í heiminum að það er að það er eins og leikararnir kunni ekki fótbolta. Já, ég hef ekki hort á mikið. Ég er búin að horfa á alla sko. Og þá verður sko fótboltinn óraunverulegur sem pirrar mann sem fótbolta áhuga mann og pirrar fótbolta krakka. Þannig að krakkar hafa rosa skoðun og þau sjá sig þegar þau eru að spila þá sjá þau sig ekki sem 10 ára krakka. Þau upplifa sig sem alvöru fótboltamann sem Messi eða Margrét Láru Þú sér það náttúrulega strax sem íþróttamaður jafnvel bara einhver sem hefur stundað einhver íþrótt af einhverju ráði, þú sér það strax hvernig fólk hreyfir sig, hvort það kann þetta eða ekki Já, það er náttúrulega þannig Með aftur á móti sumar bíómyndir eins og boxmyndir eins og Rocky, þá er boxið svo allt öðruvísin alvöru box að það eiginlega þú eiginlega getur ekki kvartað Það verður meira í dans sko það er meira þannig að einhver tekur gríðarhögg og hittir hinn og hinn tekur gríðarhögg tilbaka, það er ekkit svona boxað þú veist, þannig þetta er allt drama þannig að þetta verður svo óraunverulegt. Maður sér aldrei svona alvöru svona slow motion og högg eitthvað sem að hann fer alveg til hlíðar og dettur á baki og veist, þetta er allt einhvern veginn ljótara í raunveruleikanum. Sko öll högg í Rocky eru þannig að þau myndu strax rota andstæðinginn og bara fletja út í gólfi. Þetta eru allt svona gríðar kjaftsök sem að sko fá mannin til þess að lyfta sig upp í loft. En þá er þetta ekki eins og kannski fótboltinn þar sem þetta er, þú veist, þú sér bara þetta er lélegur fótbolti, þá er þetta svo óraunverulegt að þér er eiginlega sama. Já, sko maður horfir á ameríska bíómyndir, þessi íþróttamyndir eins og körfubolta og ameríska fótbolta kannski þekki ég ekki körfubolta og ameríska fótbolta nú vel, en þetta lukkar alveg svakalega samfærandi. Allar tæklingarnar í ameríska fótboltanum allar finturnar og uppleggin í körfuboltamyndunum og pústrarnir og þetta virkar samfærandi á mig. Kannski að því ég er ekki sérfræðingur. En við ætlum að reyna að gera þetta samfærandi. Já, þeir hafa líka kannski oft meiri tíma og meiri peninga. Og eins og ég horfði á mynd sem heitir Foxcatcher sem er glímumenn, bræður sem eru báðir ólympíumeistarar og svona. Og þeir eru að glíma þarna og það lítur, ég er kannski ekki sérfræðingur í þessu, en það lítur mjög vel út meðan við, veist ég hugsa einhver atvinnumaður myndi alveg sjá, nei þeir eru ekki góðir, en það leitur rosalega vel út. En þeir æfðu sig heldur líka í alveg sko ár eða hálft ár. Bara í þessu, bara í glímu. Þetta er náttúrulega svolítið snúið sko, þú veist, taka upp fótbolta vegna þess að það er eitt að detta í fótbolta, flestir fótboltamenn kunna að láta sér detta þannig að meiðir sig ekki þegar lenda. Það kemur einstaka sinnum fyrir að fótboltamaður meiðir sig þegar hann lendir annarkvort á axlinni eða á fótunum sáum hann bara síðast með Zlatan slítur krossbönd bara að lendir illa en þegar þú þarft að biðja sama gæjan að gera 10 sinnum alveg eins þá er það erfitt mjög, þú þyrftir í rauninni áhættuleikara sem er mjög fær til þess að gera þetta sem kann helst líka að spila fótbolta en við erum að gera barnamynd nákvæmlega við ætlum ekki að kalla inn áhættu leikara, þau er ekki til á Íslandi nei, og það er enginn sem segir bara já, ég vil að barnið mitt verði áhættuleikari þetta lítur að hafa verið erfiðast fyrir myndina, er það ekki? Að gera þetta? Við erum ekki byrjað að taka upp náttúrulega, en þetta er einn af hausverkunum sko. En við erum með frábæran myndatökumann sem er kannski búin að taka kannski flestar fótboltaauglýsingar allra í heiminum, hann heitir Ágúst Jakobsson og er bara stórkostlegu myndatökumaður og því lána hann vilja vera með okkur, það er bara stórkostlegt sko. Það verður fróðilegt að sjá þetta, hvernig þetta kemur út Við erum rosalega spenntir, Bragi Þór Hinriksson leikstýrir þessu og hann er náttúrulega þekktur fyrir að gera barnaefni í kvikmyndum, bæði Sveppa og Harry og Heimi sem er kannski ekki barnaefni og Stundin okkar með Góa og alls konar stöf sko, Klukkur og jól og hann er með rosalega sterka sína á þetta og stórar hugmyndir sem Ágúst Jakobsson er sammála og hann ég er náttúrulega ekkert eðlilega spenntur sko. Þetta er mjög metnaðfullt allavega. Já, þetta er alveg gríðarlega metnaðfullt. Ég held að þetta sé með stærri myndum sem hafa verið gerður í Íslandi svona hvað umfang snertir sko. Og aftur þá langar mig að sko ég er aðeins verið leið á hálsi fyrir að segja svona hluti en það er bara þannig að mig langar til það sem ég geri, það sem ég legg hjartað í að gangi vel. Já. Ég vil að það seljist. Já.
ég fylgi bókunum mínum eftir, ég fer í 60 skóla og les upp, þó ég fóði saman sem ekkert borga fyrir það. Ég vil að þessi mynd verði aðsóknarmesta mynd Íslandssögunnar. Já, það vantar er ekkert smá markmið. Oft þennan metnað í listamenn. Mér langar bara í þetta. Já, en það vantar oft þetta í listamenn. Þeir eru oft með þetta, ég er frábær og ég ætla að gera frábær hluti, en það vantar oft þetta að þeir nenni að fara í 60 skóla og lesa upp, að þeir nenni að fylgja eftir því sem þeir gera af þessum aga, sko. Ég veit ekki, þú veist, þetta er kannski bara því ég er leikari og fara í skóla og lesa upp fyrir 500 manns er ekki erfitt, sko, veist, það er það sem ég lærði að gera. Já. Það er að standa fyrir fram 500 manns. Það er bara það, mín menntun fólst í því. Ég líka náttúrulega málið þeir auðvitað nýta það sem þú hefur. Já, en sko, þetta er eins og segi, þetta er synd hvað barnabækur seljast lítið vegna þess að þetta er svo góða bækur. Ég sel mest af íslensku barnabókum, af íslensku barnabóku, barnabækur eftir mig eru þær bækur sem seljast mest í flokki barnabóka á Íslandi og búin að gera í nokkur ár. En það er ekki þar með sett að það séu bestar. Nei, en það eru fínar, eru góðar. Hafa þessa samsetningu af markasetningu. Já. Því sem höfða til barna til þess að það seljist meira en hinnar. Já, ég meina Ævar er náttúrulega bara alveg hliðin á mér hana og Villi stundum og stundum ekki en það eru svo frábæra bækur hana sem eru bara seljast í 1500 eintökum að ég bara, þú veist, blæðir í hjarta. Já, það er líka sér leil því að Ævar er náttúrulega að gera frábæra hluti með Ævar er sko heimsmeistari, sko, hann er svo mikil jarðýta, hann er svo stórkostlegur. Já. Hann er að gera bara, hann er one man show, sko, og hann er með lestrarátak og hann er með hitt og 2 bækur á ári og veist, hann er með Ævar vísindamann, hann er all-in í barnabransanum og það er stórkostlegt að Ísland skulle eiga svona mann. Það er bara ekkert annað. Að vekja líka svona vitund og vakningu vísindi hjá krökkum og þessa forvitni. Því að vísindin geta verið mjög, mjög áhugaverð. Algjörlega. Og mjög skemmtilegt. Og Villi er náttúrulega líka í þessu. Þeir eru báðir í þessum vísindabransa, sko. En vísindamenninni sjálfur, sem eru margir miklu snillingar, þeir kunna oft ekki að setja vísindin fram fyrir almenning þannig að það sé áhugavert og skemmtilegt. Vita á hverju þeir eru að byrja og ekki koma á mikil smáatrið og slúðist. Þannig það er gott að einhverju svo Ævar sé svolítið í þessu og svona vekja áhuga hjá krökkum. Algjörlega. Það líka setur þetta svo skemmtilega og þægilega upp fyrir börnin, sko. Já, þetta er bara frábæri sjónvarpsþættir. Og bara, þú veist, og svo er hann að skrifa frábæra bækur. Já. Eins og, þú veist, og ég bara vil ítreka að þessar, sko, íslensku barnabækur, þetta er heimsklassastöf. Ég er líka að lesa, þú veist, David Walliams er sá sem að selur mest af barnabókum í Bretlandi. Og Little Britain. Já. Og hann er að skrifa frábæra bækur. En það eru ekkert betri en okkar bækur. Það eru frábærar, bara ekkert betri en okkar. Ég er bara fullir í það. Þetta er náttúrulega líka oft bara markasetning og heppni og hvar þú ert og staðsetning. Nei, hann er náttúrulega, þú veist, þekkt persóna. Þú veist, það var eitthvað greinum þetta á fjölmiðlunum daginn að væru sögulegastu höfundarnir bara sjónvarpsstjörnur, sko. Já. En ég vil ekki flokka mig þar vegna þess að áður en ég fór í sjónvarp var ég búin að skrifa barnabók, sko. Já, en það hefur auðvitað hjálpað að fólk þekktið úr öðru í rauninni bara í markasetningu. Það þekkti mig enginn þegar fyrsta bókin kom út. Já, en seinna meir. Já, seinna meir. Nei, það er bara, það er blanda. Já. Þeir sem áttu, þeir sem lásu fyrstu bækurnar, þeir áttu börn sem þeir keyptu fyrir Víti í Vestmannaeyjum. Já. Þannig að þetta er ekki bara það að ég hef verið í sjónvarpinu, sko. Nei, það er bara einn bæði þáttur. Já. En það er líka bara að gera að nota það sem maður hefur, allt sem maður kann í að samina það í að það virki allt saman, sko. Já. Og mjög oft í listgreinu getur reynsli einu hjálpa manni í einhverju öðru, ekki bara búið að vera þekktur heldur. En það er bara það sem ég er svolítið að kalla eftir og ætla að tala á þessum málþingi þarna í haust, sko, er kannski aukin umfjöllun barnabækur. Já. Vegna þess að sko, þú veist, eins og segi, við Ævar erum báðir leikarar og það er svona okkur eðlislegt að fara og lesa fyrir 500 manns, hann gerir það líka. Já. Og hinn, þetta er þetta ekkit eðlilegt fyrir alla að fara í þennan sirkus, sko. Nei. Og sumir eru bara í fullu vinnu við annað. En það sem að, sko, væri frábært væri ef fjölmiðlar myndi segja Íslendingum frá bókunum sem verið er að skrifa fyrir börnin þeirra. Já, það verður mjög hollt fyrir börnin að það væri bara fokkin geðveikt. Já. Moggin er góður í, sko, veist, þetta er ekkert langar greinar eða gagnrýnir barnabækur, þetta er aðeins svona skroppið saman, en þeir eru að gera það, frábært.
Orðum bækur, Jónsi á Rás 1. Ég á sögu til dæmis jólabóku þáttur á hverju ári. Já. Það sem höfðu bara koma og lesa. Já, nákvæmlega. En það þarf bara að vera á stærri skala og það var svo mikið vonbrigði þegar fréttablaðið hætti að fjalla barnabækur. Og þú veist, við erum aðeins komin inn í Silfur Egils en það er ekki umfjöllun, það er bara kynning. Já. Það er ekki gagnrýni og mér finnst þetta fólk, ef það er að hlusta á þennan þátt að hugsa að byrjar hann. Þau eru mjög þreytt á mér, sko. Gott hjá þér. Já, og ég vil ekki vera leiðilegur við neitt en mér finnst það svo mikið skammsýni að sjá ekki að ef þú kemur ekki börnum á bragðið með að lesa þá er þáttur eins og Kiljan eða aðri bókmenntaþættir blaðana og svo framvegis þá er það sjálfdautt fyrirbæri eftir nokkur ár. Já, ég meina meiri sé að bankarnir hafa skilið þetta með því að búa til sprotan og einhverju skemmtilega sparibauku eitthvað svona að ná krökkunum snemma. Það er allir að reyna að ná krökkunum snemma nema bókabransin. Já, einmitt, sem er algjör synd. En að því sögðu þá ætlum við að kveðja hér í dag. Ég ná ekki alveg að klára. Þú kemur bara aftur seinna. Nó til Þú ert ennþá eftir að rífast yfir listamannalaunum og höfundarétti. Það er ekkert að rífast yfir, ég er mjög sáttur við þetta. Við ætlum að enda þetta á Gunnar og Felix og Læni bróður minn. Við ætlum að enda þar og við ætlum að þakka þér kærlega fyrir komuna, Gunnar. Takk fyrir mig.